Verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Það verður mikil tónlist í þættinum og til mín eru komnir fulltrúar frá FNVAF sem Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra en hann á 40 ára afmæli þessar mundir. Velkomin Ingileif, Takk fyrir. Sæþór og Eysteinn. Þú ert skólameistari eða aðstoðarskólameistari? Ég er skólameistari. Þú ert skólameistari, já. Og til hamingju með afmælið. Þakka þér innilega fyrir. Er það liðið eða er það bara allt ár? Nei, það er bara núna helgina, Það er helgina. 22. september Já. á skólinn afmæli. En semst var stofnaði þá, settur á stað Fyrir 40 árum. fyrir 40 árum síðan. Og við ætlum að halda upp á laugardaginn, við þjófstörtum aðeins. Já. Og eitthvað vatn hefur runnið til sjávar síðan á þessum 40 árum. Já, Hvað myndirðu segja að vera svona mestu breytingarnar? Já, auðvitað bara hvað skólinn hefur stækkað í gegnum árin og er orðinn fjölbreyttur. Já. Virkilega. Hvað eru þið að taka á móti mörgum nemendur? Hvað hafið þið pláss fyrir marga? Við erum búin að vera með undanfarin ár 500 nemendur Já, vá. á hverju ári. Og er þetta krakkar úr heimabyggð eða koma þeir alls staðar Þau af? koma reyndar alls staðar af landinu en mest af Norðurlandi vestra sem er náttúrulega okkar upptökusvæði. Og hvað á svo að gera svona tilefni dagsins? Það verður nú heldur betur húlumhæ. Við verðum með sem sagt opnunarhátíð á laugardaginn klukkan 1, milli 1 og 2. Frá 2 til hálf 4 ætlum við svo að vera með opið hús í öllum skólunum. Og þar verður ýmislegt í boði. Nemendur, starfsfólk að sýna hvað við erum að gera svona í daglega lífinu. Við verðum með eldsmiðju skólans opnað, FabLabið. Eldsmiðju? Við erum með eldsmiðju. Eldsmiðju nám þá? Já, við erum að bjóða upp á námskeið og ætlum að vera með það í námskeiðaformi. Vá. Það er mjög flott. Síðan er náttúrulega FabLabið okkar og Já, er það í framhaldsskólanum? það er Alveg eins og hérna staðsett í FMA? hjarta verknámsins. Vá, flott. Þannig að það nýtist öllum deildunum í okkur sem er mjög skemmtilegt. Við verðum með helgarnám í gangi í trésmiði helgina þannig að það þarf ekkert að opna neitt þar. Það er bara nám í gangi. Rafmagnsdeildin ætlar að vera að sýna okkur sem sagt róbóta sem þeir hafa verið að gera og svona ýmisverkefni. Í bóknámshúsinu verður síðan kynning á bóknámsbrautum skólans. Hestabrautin ætlar að vera með hesta á svæðinu og taka á móti gestum. Teyma undir gestum? Já, jafnvel. Helgarinnar húlumhæ og endar þetta svo með einhverjum brjáluðum tónleikum eða dansleik? Nei, við ætlum að hafa það reynda bara samhliða. Já. Til dæmis alltaf þessi ungu Já. herramenn að sjá á tónlistaratriði fyrir okkur. Já, og svo, þið ætlaði einmitt nefnilega í lok þessa viðtals að taka eitt lag fyrir okkur. Segðu mér, Sæþór og Eysteinn, eru þið þá í hljómsveit í skólanum eða? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Við tökum bara mjög virkan þátt í öllu félagslífi, Já. bæði leikriti og söngkeppni. Já. Það sem ég hef reynda verið í sko, hljómsveitinni á söngkeppninni. Já. Nemendurnir koma alltaf af því, koma að öllu þar. Er þetta þá þannig svona grunn hljómsveit og svo koma hinir og þessu og syngja með henni? Já, það er að segja ef þeir vilja það. Já. Það er eitthvað sem við bjóðum upp á. Og nú ert þú hvað, á 4. ári? Já. Alveg að fara að klára. Og hvernig myndirðu svona, þú lítur öxl, hvernig hafa þessi ár verið? Þau hafa verið fljót að líða Já. og hafa verið nóg að vera. Já. Og þú hefur alveg getað tekið þátt í félagslífinu, ekkert verið að drukkna í námi. Já, ég hef alltaf sett félagslífi í fyrsta sæti, sko, má segja það. Já. Hefur það árið til þess að þú þurftir að seinka þér eitthvað eða hefur þetta bara gengið upp? Ég einhvern veginn var aldrei með neinn ákveðna stefnu, sko, þegar ég byrjaði í skólanum. Nei. Ég vissi ekki hvort ég myndi klára á 3 árum eða 4 árum. Ekkert líkur á. Nei. Og svo ertu svona, getur valið þetta aldrei, þú ætlar að taka stúdentinn, Já. en getur valið alveg helling innan þess, á þessari fjölgreinabraut. Já, ég er á fjölgreinabraut, þannig að ég tek bara ákveðin grunn sem allir þurfa að taka á stúdentsbrautum og síðan umfram það get ég bara valið, farið í hvað sem er. Ótrúlega vel. Þetta farið í rennismíði eða tekið einhvern hestaáfanga eða Hvað hefurðu verið að velja svona gegnum tíðina? Ég hef reyndar ekkert mikið verið að fara út fyrir boxi, ég hef bara verið upp í bóknámi, en hins vegar fengið alls konar einingar metnar tengt félagsstarfi. Leiklistina þar á meðal. Já. Og Eysteinn, þú ert á félagsfræðibraut. Já. Og hvað ertu komin langt? Ég er á 3. ári. Já. Og hvernig er búið að vera? Bara frábært. Ert þú líka með félagslífið í fyrsta sæti? Já, heldur betur. Það er frábært að nýta þessi ár svolítið þannig. Já. Það er kannski líka svolítið ástæðan fyrir ég valdi þessa ungu menn. Vegna þess að á þessum árum finnst okkur að þau er líka að gera eitthvað annað heldur en að læra. Og þannig skilningur er hjá kennurum og skólavöldum. Já, bara það sé boð það sé val. Ég meina, auðvitað eru sumir sem vilja bara einbeita sér á náminu. Já.
Og eru ekkert að taka þátt í félagslífinu og bara það er bara misjafnt, massa. sko. Já. Já. Síðan er náttúrulega líka, í þessum skóla er mjög mikið að hæfileiku tónlistar og leiklistar fólki og það starf er mjög öflugt hjá okkur og svona, þeir eru kannski svolítið talandi dæmi um það. Er tónlistarbraut hjá okkur? Eða? Nei, það er bara, einhvern veginn það mikið af þannig elendum. Já, frábært. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Og þið ætlaði að tróða upp núna á afmælinu, Já, þið tveir eða fleiri, Við tveir. við stofnuðum Duett. í tilefni afmælisins, Já. Heldur betur. sem heitir þá Semi-dúettinn. Já, semi-duettinn. Dúettinn semi. En við erum náttúrulega ekki alveg við erum nefnilega ekki alveg professional Nei. og við erum samt ekki lélegir Nei. Nei, við erum svona semi. Við erum semigæðar. Frábært. Og þið ætlaði einmitt núna í lokin að taka eitt lag fyrir okkur Já. og þá ætlar Ingileif bara að standa upp og leiða okkur að fá aðeins meira plás. Hvaða lag ætlaði að taka? Við erum að taka lagið Við saman. Með hljómum. Já. Gaman að fá okkur í þáttinn, eitthvað sem á lokum, viltu ekki hvetja fólk til að mæta í afmælinu? Er allir boðnir eða? Endilega, opið hús eins og ég segi, allir boðnir og koma og sjá hvað það er fjölbreytt og margt skemmtilegt sem við erum að gera. Bara takk kærlega fyrir komuna og nú skulum við heyra lagið. Alveg frá því að ég leiti fyrst augum varstu alltaf stúlkan mín. Mér skipti engu hvað var sagt, það varst þú, það var ég, við saman. Allt var yndislegt, allt frá fyrstu stundu, þannig láta örlögin. Svo ljúft var sérhvert bros frá þér, það varst þú, það var ég, við saman. Svo dýrlegt og dásamlegt hvert íslenskt sumarkvöld. Ég vildi að þú værir hér, rétt við hlið mér. Og ef einhver myndi segja mér sögu sem myndi enda svona vel, ég segði það væri út af því, það varst þú, það var ég, við saman. Værir þú, værir ég, við saman. Alltaf þú, alltaf ég, við saman.